Já, góða kvöldið og velkomin hér í Víkina þar sem að Víkingar, meistaraflokkur kvenna í Víking tekur á móti HKU-liði. Þetta í fyrsta skipti í langa tíma sem við fáum að hafa hér áhorfendur en það bara að fara í það að lesa upp liðin. Við skulum, heyrist í mér, ok. Nú ég góður, eða þannig. Lesa hér upp liðin, nummer 1 hjá Víking Emilia Dögg Sigmarsdóttir, nummer 27 Svanabjörg Birgisdóttir, nummer 2 Steinum Birta Haraldsdóttir, nummer 3 Eva Ásdís Ögmundsdóttir, nummer 7 Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir, nummer 8 Viktoría McDonald, 11 Ester Inga Ögmundsdóttir, nummer 13 Alana Elín Steinarsdóttir, nummer 14 Arna Þyrí Ólafsdóttir, nummer 19 Sigurlaug Jónsdóttir, nummer 21 Helga Lúðvíka Hallgrímsdóttir, nummer 23 Katrín Guðmundsdóttir, nummer 24 Auður Brynja Sölvadóttir, nummer 30 Kristín María Reynisdóttir, nummer 44 Kara Rún Árnadóttir og nummer 9 Ástrós Birta Birgisdóttir. Þjálfari Víkings Sigfús Páll Sigfússon og með honum á bekknum Karl Arnar Bjarnason og Kristín Einarsdóttir. Lið HK nummer 12 Tanja Glóey Þrastardóttir, nummer 23 Ingibjörg Gróa Guðmundsdóttir, nummer 2 Alfa Brá Oddsdóttir, nummer 6 Brynja Katrín Benediktsdóttir, nummer 7 Heiðrún Berg Sverrisdóttir, nummer 9 Amelía Laufey Milsevich, nummer 10 Ingadís Jóhannsdóttir, nummer 11 Anita Eik Jónsdóttir, nummer 14 Sara Katrín Gunnarsdóttir, nummer 17 Sigurrós Hávarðardóttir, nummer 18 Lovísa Helenudóttir, nummer 19 Karen Hrund Logadóttir, nummer 20 Hrafnhildur Hóm Guðnadóttir, nummer 21 Eva Hrund Harðardóttir, nummer 33 Ólöf Ásta Arþórsdóttir og nummer 48 Leandra Náttsól Salvamóser. Þjálfari HK Jón Brynjar Björnsson og á bekk nummer 1 Leifur Óskarsson, Birna Rut Björnsdóttir og Embla Steindórsdóttir. Nú dómarar, já, ekki með dómarana. Ég verð að afsaka það, kæru dómarar, að við erum ekki með nöfnin hér ykkar, en við finnum út úr því. Já, þá eru liðin að undirbúa sig að koma sér inn á völlinn og við eigum von á góðum og skemmtunlegum leikir í kvöld. Það gott að sjá aftur áhorfendur hér í Víkinni, þótt þeir mættu kannski vera fleiri. En það nú bara svona. Nú, það eru Víkingar sem að munu byrja með boltan. Steinum Birta sendir boltan aftur til Örnu Þyrjar sem að kemur honum áfram á hana Auði Brynju. Aðeins svona rólegheit í byrjun eins og oftast í handboltaleikjum, aðeins að finna hvernig boltin og liðin að finna hvort annað. Helga, Arna fyrir á miðjunni, Arna fyrir vinstra megin fyrir utan, Helga hægri megin og Steinum Birta á línunni. Í hægra horninu Kara Rún Árnadóttir og í vinstra horninu, það skotamarkið og það fyrsta markið. Auður Brynja Sölvadóttir með gott mark, hún átti góð mörk í síðasta leik þótt að hann hafi nú ekki náðist að vinna á móti ÍR.
Nú Háka-stelpurnar komnar af stað, sækja að markinu og fá réttilega dæmt í fríkast. Og hér var ónákvæm sending en Háka-stelpur halda boltanum. Hér á miðjunni númer 33 er Ólöf Ásta Arnþórsdóttir sem að stýri leiknum. Þarna var skotið yfir, Arna þeirri keyrir upp á Auði sem kemur upp í skotið inn á línubyrtu og að þarna var nú aðeins yfir aftan í hana en allt í lagi, en get ekki séð allt. Háka-stelpur komast upp í sókn og skotið stöng og Víkingsstelpur koma sér aftur í sóknina. Staðan 1-0 fyrir Víking eftir tæpar 2 mínútur. Nú boltinn látinn ganga hér fyrir utan þar sem verið undirbúa sóknaraðgerðir. Helga Arna þeirri í steinu kemur út af línunni. Helga þarna var klaufaleg sending út af hornið og Háka-stelpur komast í boltan. En Helga nær að grípa þarna inn í sendingu. Vel gert hjá Helgu og það er upp í hornið það sem að, já, það er mark. Viktoría skorar úr vinstra horninu. Nú hér hjá Háka með 14 hér er Sara Katrín Gunnarsdóttir. Á miðjunni númer 33 er Ólöf Ásta Arnþórsdóttir. Hún kemur nú boltanum áfram yfir á hægri vænginn og í gegn og það er leikmaður númer 11 Anita Eik Jónsdóttir sem skorar fyrsta mark Háka í þessum leik. Víkingarnir upp og Auður Brynja hjólar í getur vörnina. Miklu harðfylgi og skorar og kemur Víkingsstelpum yfir 3-1. Nú, þetta var réttilega dæmt, það var aðeins ítt á hana Söru Katrínu Gunnarsdóttur hjá Háka sem er hér fyrir utan númer 14. Hægra megin hjá Háka er Anita Eik Jónsdóttir sem Víkingsstelpur klippa aðeins út. Boltinn látinn ganga hér yfir og það er farið upp í skot. Hún Ólöf Ásta. Arna þeirri með góða sendinguna á steinubyrtu og hún skorar. Þetta skorar að miklu öryggi. Þetta var glæsileg sending hjá Örnu Þyrju. Nú Háka-stelpur byrja hér aftur, sækja markið, láta boltan ganga hér út og það aðeins svona klafs þarna á miðjunni. Viktoría gengur vel út í Ólöf Ástu. Nú það er kerfi númer 6 hjá Háka. Nú er að sjá hvernig það lítur út. Boltinn gengur hér yfir inn á miðjuna. Þarna var mjög gott skot og mark. Búið að opna vörnina hægra megin, þannig ef að Víkingsvörðin hefði gengið út á móti þá var hornið hægra megin opið. Fastslá fastskot í slá hjá Örnu Þyrju. Nú Háka þetta er boltan að gera hér upp, reynir hér, stoppar hæðalpubinn, það var engin önnur bylgja af þessu sinni. Stöða hægja á leiknum og láta boltan ganga hér fyrir utan, undirbúa sóknaraðgerðir. Nú, það var skot í stöng, hún Ólöf Ásta var með skot í stöng, boltinn hér hratt upp og Viktoría komst ekki í gegnum vörnina og brotið á henni og Víkingar halda hér boltanum. Arna Þyrju, Helga, Arna Þyrju aftur og Auður upp, ógnandi og boltinn átti hann búið að vinna á hornamannin en varnarmenn Háka ná að stöðva þessa sókn. Það var búið að stimpla alveg til hægri og skot af gólfinu hjá Auði Brynju
sem kemur Víkingum yfir í 5-2. Þarna góð stimplun og frítt skot úr horninu en Lovísa Helenudóttir skýtur bara eiginlega beint á hana Emilíu Dögg. Nú þarna voru Víkingar heppnir að fá aukakast skoti við auðbyrnu en varnarmenn HK greinilega komið í hendina á henni og dómararnir dæma fríkast. Boltinn gengur hérna fyrir utan í róletum. Steinunn Birta kemur í hlaup af línunni. Boltinn látið gangi yfir og glæsilega gert hjá Helgu sem fittar sýningum förnina. HK-vörnin hélt að boltinn myndi halda áfram miðjunni inn á miðju en hún spinnir sig gegnum vörnina og skora örugglega og staðan 6-2 fyrir Víkingsstelpur. Nú HK-stúlkur láta boltan ganga hér fyrir utan. Ógn inn á línuna og skot já. Það var ágæt línusending sem ekkert var úr skotinu. Ég hef ekki nú Viktoría kemur Víkingum í 7-2 úr hraðhlaupi en ég var að segja hér áðan, það hefði ekki komið óvart að þótt að það hefði verið dæmt hér á Víkingsvörnin áðan jafnvel víti en dómararnir sá ekkert athugavert við þetta og ekki kvarta Víkingur yfir því. Hér Sara Katrín, Ólöf Ásta og yfir númer 21 Eva Hrund. Þarna spinnur eftir ágætt leikkerfi kemur Anita Jónsdóttir nær að koma sér gegnum vörnina og skora örugglega og minnkar muninn í 7-3. Og það aftur kerfi 6. Arnarþyri yfir á Helgu. Aftur Arnarþyri yfir Steinunn kemur með úthlaup á línunni. Boltinn yfir á Helgu sem setur yfir á vörnina á Auði sem að reynir að koma inn á línunni hjá Steinunni en spendingin mistekst. Og Helga gengur hér vel út á móti, hún mjög kröftug í vörnin alltaf Helga og stöðvar þá mögulega aðra bylgju HK-stúlkna. Það HK lætur boltan ganga hér vel og það gott uppstökk hjá Söru Katrínu sem skorar örugglega í hægra horninu niðri. Þannig að hefði mátt ganga aðeins betur út þarna. Auður reynir að fitta sig gegnum vörnina en það tekst ekki. Anita Eik stöðva hana. Nú það greinilega nýtt kerfi í uppbyggingu, Auður komin á miðjuna, Arnarþyri og þetta var klaufaleg sending, misskilningur þarna á milli Auðar og Örnuþyriar og hennar Viktoríu. Boltinn áfram, HK stelpur kom hér áfram, boltinn gengur út í hornið inn á miðjuna og það er Viktoría gengur út á móti Ólöf Ástu og stöðvarana. Ólöf Ásta og Anita Eik. Nú kemur út af línunni Eva Hrund Harðardóttir og þarna kemur hún Anita Eik aftur með gott skot. Fekk að keyra alveg langt inn fyrir punktalínu og skýtur hnýtniður skoti hægra minni markið og skorar. Staðan 7-5 hjá HK. 7-5 og HK að saksa aðeins þann mun sem að Víkingur voru konar með. Nú það hraðspil hérna í vinstra megin fyrir utan sem að skilar opnu færi en Viktoría skýtur í slá. Skref held ég að væri allt í lagi. Það Víkingar að fá bara innkast, það var ekki dæmt brot á Víkingsvörnina sem að hefði alveg verið hægt. Nú skiptaði, nú kemur inn á númer 19 hún Sigurlaug Jónsdóttir. Hún í þriðja flokki Víking og hefur verið sýnt með góða leiki þar undanfarið. Það eru ungar stelpur
hérna í Víkingsliðinu, mjög efnilegar og skemmtilegar. Helga spilar einnig ennþá með þriðja flokki. Nú þann heldur boltanum svona hálfkvöfalegt hjá Auði. Arnarfirði ógnar inn, kemur boltanum yfir á Auði Brynju sem að skotu rétt framhjá. Boltinn fer Hákonstelpur reyna hraðalhlaup en Helga er að hægja á Söru Katrínu Gunnarsdóttir sem að kemst áfram og reynir skot en skýtur yfir. Staðan er þá 7-5 og 11 mínútur liðnar af leiknum. Arnarfirði eitthvað að ræða við dómarann, veitum ekki hvað það er, en Víkingstelpur fara hér bara rólega í að byggja upp sóknina. Auði Brynju afturkomin á miðjunni og Arnarfirði vinstra-megin fyrir utan. Það þýðir yfirleitt það er eitthvað kerfi í uppsiglingu, þarna skipta þær vinstra-megin, boltinn áfram með Arnarfirði og hún skýtur af gólfinu á ferðinni og skorar Arnarfirði og staðan 8-5. Hákonstúlkur reyna að keyra vörnina, koma boltanum, vinna mannin hérna út og koma boltanum út í horn og þar er leikmaður númer 48 Leandra Náttsson sem að kemst í færi en er ekki að skora. Auður Brynja með skot, fast skot í slána og hér tilbaka nú komin alla leið í gegn Sara Katrín Gunnarsdóttir og en skaut í stöng úr ákjósanlegu færi. Víkingar taka nú Páll Sigfússon miðþjálfari Víkingstelpanna tekur nú leikhlé og það vantarlega að fara yfir málin. Staðan 8-5 Víkingi í vil gegn HKU þegar að tæpar 12,5 mínútur eru liðnar á leiknum. Þá er leikhléinu lokið og það eru Víkingar sem eru með boltan. Staðan 8-5. Víkingi vil. Það er farið að róla á stað hér, Víkingstelpurnar. Hér er séð komin í hægra hornið hún Ólöf Kristín. Steinubjörn að gefa út að Helgu, Arnarfirði, Auður Brynja, Arnarfirði aftur, kemur boltan afar vel lesið í vörninni hjá Lovísu Helunardóttur sem að náða stöðu þarna sendingu sem átti að fara inn í horn. Og boltinn komin á stað, þetta var Ólöf Ásta Arþórsdóttir sem að fékk allan þann tíma og allt það svæði sem að hún þurfti til þess að gera árás á vörn Víkinga og skorar örugglega. Það hefði nú mátt taka skrefið á mótinni, svona fyrir minn smekk. Nú Auður Birna, Helga, Auður Birna, Steinun að koma í kerfi. Kemur á hlaupinu. Það gefur Helga. Arnar Auður. Vörn HK sér við þessari sókn Víkinga en sem komið Auður Birna út og missir boltan hátt yfir markið. Hákonstelpur keyra á vörnina, koma boltanum upp í hægra hornið sem á snyrtilegan hátt sem að gekk upp og HK stokkur skora. Minkan muni núna í 8-7, nú er einungis 1 mark sem að skilur liðin. Þetta var hún Leandra sem að skoraði 7. mark
Háká stólpna. Nú, hér er skipting, Auður Brynja kemur út af og inn á kemur í vinstri skyttuna Viktoría McDonald sem opnast á góða sendingu inn á Steinunni og það er stór, ég ætla að segja, já, þarna var greinilega brotið á Steinunni, þetta var góð sending þarna og fín vörn hjá Háká. Helga komst ekki gegnum vörnina en það er varið skotið og dómar að stöðva tíman. Boltinn lendir út í horni. En Svana Björg Birgisdóttir, markvörður Háká, sótti boltann og hann kom í leikurinn hafinn aftur. Nú er komin hægra megin fyrir utan Heiðrún Berg Sverrisdóttir hjá Háká. Það er framlíkjandi vörn, eða framlíkjandi svona senter hjá Víkistelfum sem er að trufla sóknarleik Háká-stofnar, þannig að það verður lítið úr þessu og Ólöf Ásta Arþórsdóttir á skot sem er yfir. Nú Helga inn á vörninni, Arna Þyri og reynir sendingu á Steinunni Birtu, hún hefði nú getað haldið áfram í gegn en þetta mistekst. Steinunn nær ekki boltanum og enn einu sinni kemur hún á ferðinni, hún Ólöf Ásta og skorar örugglega og staðan jöfn 8-8. Þegar að fyrri hálfleikur er hálfnaður. Helga, Arna Þyri, Viktoría. Helga að láta boltan ganga hér aðeins við utan, undirbúa sóknaraðgerðir. Steinunn Birta kemur á línunni, boltan gengur yfir Helgu. Og Arna Þyri með skot af gólfinu sem að Ingibjörg Grófa skorar. Ver segi ég, það var ekki alveg professional í þessum lýsingum. Það er svona tiltölulega rólegt yfir þessum leik ennþá. Staðan 8-8 þegar að tæpa 17 mínútur liðnar af leiknum. Sveppin að láta boltan ganga hér utan og það Arna Þyri var að reyna að koma boltanum inn á Steinunni á línunni en tókst ekki, en það var hangið í hennu þannig að það var dæmt fríkast. Nú Arna Þyri reynir aftur og yfir á Viktoríu sem að skýtur bara beint að gólfinu og skorar, staðan á 9-8 Víkingi Vil. Góð finta hjá Söru Katrínu Gunnarsdóttir sem spinnir sig í gegn og skorar örugglega og jafnar aftur með staðan 9-9. Helga þetta plássina þegar það gerst áður hjá henni en snær ekki að skoða. Það er hangið í henni þannig að Víkingar fá fríkast. Helga Lúðvík Helgrímsdóttir, já, hérna fekk þessi fríkast þarna yfirbúin Helga, Arna Þyri og Viktoría. Innhlaup á línunni. Þarna var misheppnuð línusending hjá Viktoríu en Víkingar ná boltanum og aftur ónákvæm sending frá Arnu Þyri fram á Viktoríu og boltinn aftur fyrir og Háká heldur boltanum. Staðan ennþá jöfn 9-9. Leikurinn í járnum. Þarna er komin hjá Háká Hrafnhildur Guðnadóttir á miðjuna. Leikstjórn fær bolta núna, ræðst henni vörnina, kemur hún síðan út. Það sem að Svara Katrín Gunnarsdóttir skorar á nærstöngina niðri og kemur Háká yfir í fyrsta skipti í leiknum. Staðan Víkingur 9 og Háká 10.
Þetta er Arnarþyrí, Helga, Arna, Viktoría, Arna upp í loftið og það var nú ítt aðeins á hana þannig að það krafturinn fór úr skotinu og markmaður ver. Þarna reynir Sara Katrín skot en það er framhjá. Nú er sending enn og aftur ónákvæm sending upp hornið vinstra megin. Arnarþyrí verður með aðeins og ekki alveg nákvæma sendingu og Sigurlaug Jónsdóttir náði því miður ekki boltanum. Hér fyrir utan það er Sara Kristín yfir Hrafnhildi. Nú hér í vinstra horninu er Lovísa Helnudóttir. Það er missa boltan eins og enn og það er alveg glæsilega varið hjá Ingibjörgu Gróu. Var rétt nýkomin inn á hún Alana Elín. Komst ákjósrætt færi, það er brotið á henni skotinu og dæmt víti. Fyrsta vítið í leiknum. Arnarþyrí kemur hér á vítapunktinn og tekur vítið og skorar örugglega og jafnar metin fyrir Víkinga. Staðan 10-10 þegar 20 mínútur rúmar eru liðnar á leiknum og HK stelpur eru einum leikmanni færri, fengur 2 mínútur, tók nú ekki eftir hverja var sem fekk 2 mínútur hér fyrir brot á alunum. Já, Helga tekur harkalega á Hrafnhildi og fríkastætt það var ónákvæm sending hjá Háteigsgluggum og enn ein ónákvæm löng sending í hraðarhlaupi hjá Víkingsstelpunum. Það eru 3 sendingar sem hafa ekki verið nógu nákvæmar og það er bara, það má ekki klikka á þessum sendingum. Gott að fá mörk úr hraðarhlaupum en það er þá betra að hægja örlítið á og spila af öryggi. Við talum í þeirri stöðu þegar að Víkingar eða liðin eru einu manni færri þá kannski betra aðeins að hægja á og leggja upp á örugt færi. Nú HK-stelpur láta boltan ganga hér fyrir utan. Það var skot Víkings út upp Viktoría og þá kom loksins sending sem var í liði á alunu en Ingardís Jónsdóttir HK stöðvar hana. Helga kemst þarna í gegn og skorar og kemur Víking yfir 11-10. Hér er Hrafnhildur, Ingardís, Heiðrún Berg, Ingardís aftur inn á hornið yfir á Lovísu Helnudóttur en þarna styttir línumaður HK sér leið í gegnum tauginn og það er bannað þannig að Víkingur fær boltan, það var lína. Viktoría, Arnarþyrí og Helga fitta sig í gegnum og þetta getur Jæja, það er aukakast þarna. Helga komin í gegn og komin í ákjósanlegt færi en HK-stelpurnar ná að stöðvana. Víkingar byggja hér sóknina. Nú voru lagt inn liðum aftur og ekki nógu mikil einbeiting hér hjá Viktoríu sem að reynir undirhendarskot en það er dæmt, dómararnir dæma hér horn. Vilja meina boltinn hafi komið í varnarmann HK. Viktoría skiptir hér út og aftur og Auður Brynja komin inn á, fer á miðjuna og bara byrja strax með skot af jafnfætis af miðjunni
og kemur Víkingum í 12-10 tveggja marka mun aftur. Stórglæsilegt mark hjá Auður. Nú, Hrafnhildur var ekki lengi að minnka munin fyrir HK með mjög góðu skoti af miðju varnarins. Vörnin hjá Víking ekki alveg nógu vakandi. Nú Helga reynir að komast inn í gegnum hornið en stöðvuð. Helga, Arna fyrir Auður, Arna, Helga, hann láta boltan ganga hér út á vellinum, ekki alla leiðin í hornu og þarna var slæm sending hjá Auði, nánast beint í hendurnar á Karinu Hrund en hún náði ekki að halda boltanum og Víkingar fengu ingast, boltin gengur yfir utan. Alana kemur á liðnunni, höndin komin á loft, þannig að það eru 6 og Helga prjóna sig inn í vörnina, sá þarna að glufu og það réttilega dæmt víti. Varnarmaður HK stóð inni í teignum þegar hann stöðvaði Helgu og það ekkert annað en víti. Arna þeirri kemur út punktinn og skorar aftur. Þetta annað mark Örnu úr vítakasti og staðan 13-11 þegar 23 mínútur eru liðnar af fyrri hálfleik hér í Víkinni þar sem að Víkingar taka á móti HKU. Nú, það hleypa miðjunni, bolti láti ganga vel út í horn. Aðeins að auka hraðan þessu. Þarna var Ingadís sem kom með ógnuninn á vörninu og síðan línusendingu á Brynju Katrinu nr. 6 og á henni brotið í jafnfæri og það víti og Karen Hrund tekur það og skorar miklu öryggi. Víkingstelpurnar koma boltanum aftur á stað. Ester kom inn á spila hér á línunni. Ester einn af þessum ungu stelpum sem að spila enn í þriðja flokki og hefur verið að sína alveg frábæra leiki þar ofta tímum undanfarið og eins staðið sig vel með meistaraflokkum. Þær eru vana að spila saman þarna Ester á miðjunni og Helga hérna hægra megin. Nú Alana kemur á línunni og hleypur Helga og Auður Brynja upp. Kemur áfram á Helgu sem reynir að senda aftur fyrir sig inn í hornið á Ólöfu en þessi ágæta tilraun tekst ekki. Slæm línusending hjá HK-stúlkum. Lovísa Hilendóttir átti. Þarna var Hrafnhildur Hólm nærri tilbúin að fiska boltan sendingun hjá Víking en það var bara nærri þannig að Auður Brynja var komin í gegn og skoraði öryggi og staðan orðið 14-12. Þetta Reimlega Dögg varði þarna ágætt skot Ingudísar. Vattu hér Ester, Auður, Brynja, Ester, Helga, Lúðvíka, Ester aftur. Boltinn gengur hér fyrir þétt fyrir utan og þá kemur sóknarleikinn hlaupið hann úr horni inn á miðjan og það tvær á línunni Víkingstelpurnar. Ester kemur boltanum yfir á Helgu sem að reyna að komast gegn en vörn HK stendur vel af sér þessa sókn og næra stöðva sókn Víkinga. Boltinn aftur komin í gang. Helga yfir Ester og Auður Birna ógnar þarna. Ester komin að stað nær að senda inn á Alönu sem að var ein á móti markmanni en í stað þess að leyfa henni að skjóta þá var þarna brot og augljóst víti. Og Arna þeir komin hér í þriðja sinn á vítapunktinu og sjá hvað gerist. Þá skiptir hún á horn, hún var búin að skjóta tvisvar sinnum vinstra megin en núna skýtur hún hægra megin og skorar sér þriðja mark úr víti og staðan 15-12 fyrir Víking þegar að tæpa 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Góð stimplun, það hefur nánast búin að vinna mannin í horninu HK-stelpurnar en sendingin út í hornið ekki nógu vönduð
og Víkingar fá því boltan. Það var það. Tikkar, Víkingar sem hagnast á því kannski núna að tikka tíminn. Það er dómarinn vilja auka kannski tekja á réttu stað. Nú boltilandin ganga hér í rólegheitum fyrir utan. Sigurlaug leysir inn og þarna færarinn nú Haaland að koma í ákjósað færi en mjög vel varið hjá Ingibergu Gróu markverði HK. HK-stelpurnar komast hér upp í gott færi sem að Brynja Katrín skoraði úr en það var dæmd lína. Þannig að markið stendur ekki. Hálf mínútu eftir af fyrri hálfleiknum og staðan 15-12 fyrir Víking. Nú Víkingsstelpur láta boltan ganga hér fyrir utan. Það er gott að enda með skotu og fá síðan ekki mark á sig tilbaka. Þannig að þetta er tímasetningin ágætt. Núna kemur skotið. Aðeins og stöng. Nú hafa tíma til þess að keyra upp í hraðalveg. Það eru 3, 2, 1 og þær urðu aðeins og seinar munaði engu að HK-stelpur næðu að skora loka markið en tíminn rann út það bil sem þær komust í gott færi. Staðan hér í Víkinni er 15-12 Víkingi vil. Gaman að sjá það aðeins fjölgað á áhorfendabekkjunum og hvetja þá sem verið að horfa á að undirbúa sig undir næsta leik og mæta. Það væri skemmtilegt að fá hérna stemningu. Stelpurnar okkar eru í góðri framför. Það hefur ekki gengið mjög vel undanfarin 2 ár hjá þeim. Þær unnu sinn fyrsta leik í 2 ár núna í vetur og eru búin að vinna 2 ágæta sigra, 8 ágæta leiki inn á milli þótt ekki hafi tekist að vinna þá leiki. Staðan hins vegar lofar ágætu hér í dag þar sem að staðan er 15-12. Víkingur spila við HK og nú að sjá hvernig gengur í síðari hálfleik.
Já, þá fer að styttast í að síðari hálfleikur í leik kvennaliða Víkings og HKU hefjist. Staðan í hálfleik er hér 15-12 Víkingi vil. Þess má geta að það er mikið fjör hér í Víkinni. Út á gervigrassi Víkingar, meistaraflokkur Víkings í kalla í knattspyrnu að taka á móti kórdrengjum. Þar er að detta inn í hálfleik og staðan þar út er 2-1 Víkingi í vil. Það urðu ákveðin tímamót, fyrstum aðeins að tala fótboltann, að í dag þá var þann Halldór Smári Sigurðsson, leikmaður Víkings, leikjahæsti leikmaður í sögu Víkings. Hann er að spila sinn 352. leik nú í kvöld á móti kórdrengjunum. En úr fótboltanum hér aftur yfir í handboltan. Eins og ég sagði þá er staðan 15-12 Víkingsstelpunum í vil. Byrjar vel í fyrsta heimaleik sem nýr þjálfari Víkingsstelpnanna Sigfús Páll Sigfússon stýrir. Þeir sem hafa fylgst með handbolti gegnum tíðina vita hver hann er. Lék lengi með Fram, verulega skemmtilegur leikmaður og er nú kominn hér og tekinn við þjálfun meistaraflokks kvenna í Víking. Nú þá er að koma leiknum á stað. Það er rölda hérna í rólegheitum Víkingsstelpunni í vörnina en dómararnir flauta hér á. HK-stelpur byrja með boltan og freista þess að minnka munin. Þetta fyrir utan kemur hér í gegn og þetta aukakast hún Sara Katrín Gunnarsdóttir sem hefur skorað hér nokkuð góð mörk og er kröftug að fitta sig í gegnum vörnina. Hrafnhildur Hólm er hér númer 20 á miðjunni, hefur einnig átt ágætan leik. Nú þarna stoppar Viktoría leikkerfi HK með því að fara við fram á völlinn og HK reynir skot sem fer í slá og yfir og Víkingsstelpurnar koma með boltan. Ester á miðjunni eins og í lok síðari hálfleiks. Það er saman stöllurnar sem að spila líka saman í þriðja flokki kvenna og hafa leikið saman og æft í gegnum tíðina uppaldar hér í Víkinni. Auður boltan, Helga Lúðvíkar inn í gegnum reyna að komast inn í gegnum vörnina en varnarmenn HK ná að stöðvana en hún sækir þó aukakast. Steinun Línvík boltan út, Ester, Auðbjörna Ester, Helga og það er klipping. Helga kemur inn á miðjuna í skotið og missir boltan en Ester nær honum. Auður fer á vörnina, reynir línusendingum. Mér sýndist þetta nú vera fótur en það er ekki hægt að sjá allt út dómari og Sara Katrín minnkar munin fyrir HK. Þarna var Auður Brynja heppin að dómarinn fylgdist ekki alveg með. Hún reif aðeins aftan í treyjuna hjá Söru Katrín og hefði geta fengið 2 mínútur fyrir það. Algjör óþarfi. Nú boltinn fann að rúlla hér hjá Víkingunum. Ester vinnur mann þetta í horninu, kemur boltanum út í horn á Ólöfu sem að skorar örugglega og staðan nú 16-13. Víkingi vil fyrir að 32 mínútur eru liðnar að leiknum. Það er að ná að trufla sóknarleik HK með þessu framlíkjandi Indíana nánast en
það Hrafnhildur var komin þarna í gegnum vörnina og með skotum. Ég syndist nú hangið í henni. Ég hefði nú dæmt á þetta fríkast, en það eru dómararnir sem ráða. Það er nú bara þannig. Ég væri ekki hissa því að Háka-stelpurnar væri óhrissa með þetta, en Víkingarnir komnar aftur í sókn. Það kvarta náttúrulega ekki. Nú Ester keyrir þarna inn í vörnina sem að heldur vel og fær fríkast. Ester hérna yfir á Helgu. Ester sem að yfir á Helgu og Helga reyna að koma boltanum inn á steinunni og dómar ákveða það að það hefur verið brot hjá Víkingsstúlkum og HK fær boltan. 1, 2, 3, 4, já. Og keyra miklu krafti inn í vörðinu og Hrafnhildur en hafði tekið 4 skref en fær eðlilega dæmt aukakast þar sem það var hreinlega brotið á henni. Það Hrafnhildur Sara Katrín sem að reynir árás, kemur boltanum hér yfir á hægri kantinn á Karin Auðhundur Lóadóttur en brotið á henni og HK stúlkur koma boltanum í stað og þetta var mjög vel Emilía ver þarna dauða færi. HK stelpurnar hefðu gert mjög vel þar sem þegar Víkingstelpurnar héldu að kerfið væri að ganga yfir og boltinn að fara yfir til vinstri. Þá fóru það tilbaka til hægri, fengu ákjósanarfæri sem klikkaði. Þarna reyndi Helga Lúðvíka að komast í gegnum vörnina, komst svona nánast alla leið en náði ekki að skora og fær aukakast. Nú Ester ennþá á miðjunni, lætur boltann ganga vel hér fyrir utan, sér að það verður að klippa og lætur ekki betta sig, heldur boltanum og hér brýtur Sara Katrín á Helgu Lúðvíku. Nú Helga kom á miðjuna, reynir að komast inn í vörna, aður yfir aftan í hendina á henni. Amelía Laufey ætlar ekki að leyfa henni að komast upp með neitt múður og brýtur bara á henni. Auður fittar sig í gegn og glæsilegt mark hjá henni Viktoríu. Auður Brynja fittaði inn, dráði sig manninn og náði að skora og þarna hröð sótt hjá HK sem endaði með færi í vinstra horninu en því miður þeirra vegna var skotið stöng. Ester reyndi skot með varnarmanninn á bakinu og skaut yfir en fekk aukakast sjálfsögðu. Nú Arna Þyri komin inn á aftur hér tekur stöðu hérna vinstra megin, skiptir vinstra megin og Auður Brynja á miðjuna, þannig að það er væntanlega leikkerfi í uppsetningu. Steinun kemur út úr vörninni, boltinn áfram með Helgu, hún velur að fara í gegnum vörnina, sá þetta glufu. Nær hins vegar ekki að koma boltanum í markið en það hangið í henni og Víkingar halda boltan. Arna Þyri, Auður Brynja, Helga, Auður Brynja, Steinun kemur út aftur, kemur boltan á Helgu. Arna Þyri kemur ógnandi á vörnina, gefur á Helgu sem ekki að grípa almennilega. HK vörnin sáði þessu. Nú Hrafnhildur hérna róar leikinn hjá HK stelpum, gefur hér yfir á hægri kantinn á Karin Hrund og vinstra megin Sara Katrín sem að ræðst núna inn í vörnina og nær góður skoti af gólfinu inn í markteig og skorar og staðar núna 17-14 Víking í vil, hún minnkaði muninn þarna í 17-14. Þarna komst Sigurrós HK-stúlka inn í sendingu en missir boltan aftur og Víkingarnar halda boltanum. Það Arna Þyri, Auður Brynja, Arna Þyri, Helga og þarna var sending, varnarmaður HK ítti við Arna Þyri þannig að hún fippaðist og Víkingur missti boltan og HK voru fljótar að keyra hér upp og það var leikmaður númer 17 Sigurrós Hávarðardóttir sem að skora hér af öryggi úr horninu. Hafði allt það pláss sem þurfti.
staðan 17-15, tveggja marka munur þegar 38 mínútur eru liðnar. Nú það er Ester komin í skiptuna hægra megin. Hún er mjög öflug í að finta sig þar í gegn. Hún er sterk og snögg og það er ekkert einfalt að stöðva hana þar. Arnar Þyri, Auður Brynjars upp inn á línu á Steinunni Birnu sem skorar ekki, en það voru tvær fyrir innan línu þegar brutu á henni og eðlilega dæmt víti. Arnar Þyri kemur hér í fjórða skiptið á vítapunktinn og nú var að sjá hvort að það gengur eins vel og í fyrstu þrjúskiptin. Í markið er komin Tanja Glói sem er í boltanum en nær ekki að verja, þannig að Arnar Þyri skoraði í fjórða víkinu sínu í þessum leik. Þarna var misskilningur, hefði verið mjög flott hefði þetta gengið upp. Þar sem að Sara Katrín gerir ráð fyrir því að Sigurrós væri komin inn í hornið, var með snöggasendingu sem að fóð bara beint út af og Víkingar komnar með boltan aftur. Staðan 18-15 og Víkingstelpuna hafa nú möguleika á því að auka munin í 4 mörk þegar að tæplega 40 mínútur eru liðnar á leiknum. Og auðvitað yfir Arnar Þyri, Auður Brynjars sem upp í skotið og aftur á Steinunni, en Steinunni nær ekki að grípa þennan bolta. Ágætt tækifæri. Þetta var svona á mörkunum að halda boltanum. Sara Katrín gerði það af mikla harðfylgi. Gott til að reyna þetta má ekki, þarna kom stór glufa vörn Víkings sem Sara Katrín sá og nýtti sér og tók að miklu krafti í 3 stórum skrefum inn í teig og skorar að miklu öryggi, minnkar munin í 18-16, minnkar munin í 2 mörk. Mikilvægt fyrir HK, stelpur að halda áfram að vera í leiknum og nú er hún Auður Brynjar með skotaninu sem að Tanja Glói ver í slá. Hraða upplaup HK-stúlna klikkar og tilbaka hraða upplaup Víkings líka. Verið aðeins of æstar í því að koma boltum áfram þegar kannski hefði átt að róa sig og reyna að ná þessu örugga færi til þess að auka munin aftur. HK-stelpurnar búin að saxa aftur á Víkingana og eru inni í leiknum. Þetta stefnir í hörkuleik hér 20 mínútur eftir að leiknum þegar að HK tekur leikhlé. Þá fer leikurinn aftur í gang. Nú, það voru Víkingarnir sem að tóku leikhlé hér með boltan. Koma hann á stað og hafa möguleika á því að auka forskotið. Boltinn Auður Brynjar miðinu, Arnar Þyri hérna vistanum fyrir utan og Ester hægra megin. Boltinn gengur tiltölulega hratt hérna fyrir utan. Steinunn inn á kemur boltinn áfram. Vörn HK fer vel út á móti og það gengur með góðri sendingu inn í hornið á Viktoríu sem skorar af miklu öryggi og kemur Víkingum í 19-16. Og HK-stelpur hérna hraðari bolti hjá þeim núna heldur við verið. Kannski greinlega alltaf keyrir hraðan. Boltinn gengur hér vel út í hornið þar sem að Heiðrún Berg Sverrisdóttir skorar öruglega, örfent hér í hægra horninu. Nú Auður Brynjar með sendingu inn á línu sem að gengur ekki. Þetta var góð hugsun eins og maður segir kannski en
en Ólu var ekki alveg viðbúinn sendingunni. Nú þær aftur keyra hér hratt og inn í hægra hornið eins og áðan, þar sem að Heiðrún Berg Sverrisdóttir skorar aftur, annað mark hennar hér í röð. Það er með þessum auknum hraða í sókninu og boltinn látið ganga vel, að þá hafa henn á að fá það pláss í horninu sem er þurfa til þess að fá gott færi, og Heiðrún hefur nýtt sér það núna 2 sóknir í röð. Það er Arnarþyrí, Auður Brynja, Ester, Auður Brynja, Alana komin aftur inn á línuna, það er nummer 13. Auður Brynja, það broti á henni, hann var að spinna sig í gegn, en það Hákastelpun á að brjóta á henni og Víkingar með aukakast. Alana kemur hér út á Auði, Arnarþyrí, Auður, Arna, Ester. Og Ester þarna með reynir fyttu, en Háka vörðin steig fyrir hana, þannig að boltinn heldur hér bara áfram í leik. Ekki góð sending hjá Örnu yfir á Auður Brynju. Höndi kom á loft. Þetta voru ekki sendingar. Hraðahlaup hjá Háka og mjög vel gert hjá Ólöfu Kristínu þarna. Náði að hlaupa Sigur Rós upp og komast á milli hennar og Marsins og breyta hann og kom í veg fyrir það að hann kæmist í færi. En eitt skotið hjá Söru Katrínu, en í þetta sinn þá sér Emilía Dögg við henni og verði þetta skot ágætlega. Auður Brynja reyna enn einu sinni línusendingu sem ekki tókst, og Háka Stúlkur svara með hraðaupphlaupi þar sem að Sigurrós Hávarðardóttir skora, og nú eru Háka búið að jafna leikinn. Staðan eru 19-19 þegar að 43, nærri 44 mínútur eru liðnar á leiknum. Víkingstelpur farið illa að ráði sínu í undanförnum sóknum. Það er að reyna línusendingar sem að ekki hafa gengið upp. Nú enn einu sinni kerfið Auðbyrna kemur inn á miðjuna. Áfram er Arnarþyrí aftur og Auði upp, og þá skýtur enn framhjá. Helga komin inn aftur í staði fyrir Ester. Mjög vel spunnið í gegn hjá henni Söru Katrínu hjá Háka. Helga náði aðeins að komin úr jafnvægi. Háka Stelpur þá láta boltan ganga hér og reyna að komast yfir í leiknum. Það var vel stimpað unnu mannin hér hægra megin og nánast búinn að opna hornið, en þó ekki alveg. Hrafnhildur reyndi þarna spunni sem getur miðja vörnina, en þar var Víkingsvörnin þétt fyrir. Og enn einu sinni opnast hornið hér hægra megin, en að þessu sinni þá klikkaði Heiðrún hér í horninu eftir að hafa náð 2 mörkum í röð í síðustu skotum sínum. Nú Víkingstelpur láta boltan rúlla, greinilega kerfi nummer 1 þarna fyrir að stýri því hvað kerfi eru tekin. Auður Brynja ógnar að markinu og opnast hér hægra hornið mjög vel, en eitt slávarskotið, en Víkingar halda boltanum. Ólöf náði frákastinu úr þessu slávarskoti hjá Auði Brynju. Auður Brynja þyrfti að taka örlítið neðar til skot sín, en reynda búinn að eiga ágætt mörk hér í fyrri hálfleik. Og boltinn látið ganga hér fyrir utan, og enn einu sinni línusending sem að er ekki nógu góð, og Hákastelpur komast hér yfir í 20-19 úr hraðaupphlaupi. Það var Sara Katrín sem að skoraði af öryggi í því.
HK-stelpurnar hafa lesið mjög vel þessar tilraunir til línusendinga hjá Víkingstelpunum. Arnarþyri er þá ekkert að tínuna við að tekur hér skot af miðjunni og skorar örugglega og jafnar metin aftur, staðan 20-20 þegar að 14 mínútur er eftir af leiknum. Hrafnhildur og Alfa Brá Oddsdóttir koma þarna inn á númer 2. Boltinn rúlar hér áfram en átök inni á og það er enn eitt marki hjá Söru Katrínu, stekkur hérna upp fyrir vinstra megin fyrir utan og með skoti í fjærhótti niðri og skorar og kemur HK aftur yfir í stöðuna 21-20. Nú Auðurbrynja kom góð sending frá Örnu fyrir út á Viktoríu í vinstra horninu en Viktoría skýtur í stöngina og út og nú hafa HK-stelpur möguleika því að komast í 2 mörk yfir í fyrsta sinn í leiknum og þarna er Helga fann að tók svolítið vel á Söru Katrínu og sending Söru Katrínu út í horn á Sigurrós var ekki nákvæm en fríkast dæmt, aukakast dæmt. Hér enn einu sinni er ágætt skot hjá Söru Katrínu og frákastið tók Amelía Laufey sem að skoraði af örgi og HK komið í 2 marka forystu í fyrsta sinn í leiknum. Ekki verið nægilega góður sóknarleikurinn hjá Víking núna en Helga keyrir hérna í glufu sem hún sá í vörninni hægra megin og það er brotið á henni í góðu færi og vítakast dæmt sem að Arnarþyri tekur, 5. vítakastið sem að hún tekur og skorar enn einu svona miklu öryggi og minnkar munin í 1 mark, Víkingur 21, HK 22 og tæpa 13 mínútur eftir að leiknum. Það getur allt gerst í þessu leik. Víkingsstelpurnar náðu í tvígang að rífa svolítið, ná nokkur að marka forystu hér í fyrri hálfleik og aftur hér í seinni hálfleik en HK-stelpur hafa ekki gefist upp og haldið áfram eins og á að gera og eru búin að uppskera það að staðan er 21 hjá Víking, 22 HK, þannig konum með 1 mark í forystu. Nú Alfa Brá Hrafnhildur ræðst að vörnina og skot sem er inni út í stöng. Þarna var bara haldið í búkinn, ekki reynt að stöðva skotið og staðan 23-21 fyrir HK. Nú Auðurbrynja kemur upp, sendur ekki áfram. Helga fær ekki dæmt neitt á þetta og enn eitt hraðahlaup hjá HK og Sara Katrín skorar enn einu sinni og nú er HK komið 3 marka forystu, búin að unnu upp þarna 4 marka forskot og komin 3 mörk yfir. Þetta er aðeins spunnið við hjá Víkingstelpunum að í svona þegar þeir að líða á síðari hálfleiks að þá hafa þeir gefið dálítið eftir þessu leiki sem hafa verið spilað, oft sýnt mjög góðan leik, sérstaklega fyrirpartin og það er eitthvað sem að Sigfús Páll þarf að laga. Það skrifast náttúrulega ekki á Sigfús Pál þar sem að hann var að taka við liðinu núna og er að stjórna Víkingsliðinu í sínu fyrsta heimaleik. Ekkert að flýta sér á stað Víkingsstelpurnar og dómararnir þurfa að flauta á þær til þess að fá þær inn á völlinn aftur. Það eru 10 mínútur eftir að leiknum og HK-stelpurnar 3 mörkum yfir, staðan 21-24. Víkingur 21,
HK 24. Nú það kerfi númer 1 sem að taka núna. Arna, Helga, Arna og Auður ógnar upp og kom þá með skotið. Þetta var svona að gera þetta. Minnkar munin í tvöföld með góðu skoti. Þarna var hún Alfa Brá komin í gegnum völl Víkings en á skot í slá. Það var komið að HK-stelpum að skjóta í slána á þessu sinni. Sem betur fyrir Víkingsstelpurnar. Staðan 22-24 HK í vil. En Víkingsstelpurnar hafa nú tök á því að minnka munin í 1 mark. Nú aftur kemur Auður Brynja en með skot sem ekki var nægilega nákvæmt vel yfir markið. Hefði kannski mátt spila þessi skot lengur. Og nú kom hún Sara Katrín enninu sinni kemst í gegnum vörnina en skýtur framhjá. Staðan en 2 marka munur HK í vil, Víkingur 22, HK 24. Nú Arna komin í gegnum vörnina en á hann hangið í henni þannig að hún fær eðlilega fríkast. Góð vörn hjá Söru Katrínu. Nú þá boltinn hér fyrir utan Arna, Auður Brynja og ekki góð. Ekki áttið mig hvað hún var að dæma á þarna. Jæja. Það vel varið þarna fekk Heiðrún Berg ákveðnustu bara mjög gott færi en Emilía sá við nú var örugglega þannig að ennþá fá Víkingsstelpurnar sens á því að minnka munin í 1 mark. Helga Arnarþyri með skot en Ingibjörg Gróa varði þetta og HK-stelpurnar keyra í sóknina en hægja á núna eðlilega. Þær eru með 2 marka forystu og skiptir máli fyrir þær að þarna spann hún sig í gegnum vörnina mjög vel hún Hrafnhildur en Emilía ver frá henni 1-1 á mjög mikilvægu augnablikki. Það hefði ekki verið gott fyrir Víkingsstelpurnar að fá að missa HK aftur 3 mörk fram yfir sig og frábær línusending hjá Örnu Þyríu og Alana fiska þarna víti. HK-stelpurnar gátu ekkert annað en að brjóta á henni þarna í þessu dauðafæri og eðlilega víti og Arnarþyri kom í 7. víti og nú voru að sjá. Og hún skorar enn einu svo öryggi, búin að vera mjög öryggi í Víkingardalsskotinu með þessum leik og minnka munin í 1 mark. Staðan 23-24 og enn nóg eftir að leiknum. Það er 6 og tæpa 7 mínútur eftir. Nú HK keyrir aftur upp hraðan. Boltinn gengur hérna ágætlega fyrir utan og þarna á Hrafnhildur Hólm skot sem var nú ekki mjög gott fram hjá markinu en það var hangið í henni þannig að Auður Brynja ekki í henni þannig að hún farið eðlilega fríkast og ennþá reynir hún þetta var okkur skrefi á það var tók skrefinu of mikið og komið 4 skot og það má ekki og Víkingsstelpurnar vinna boltann og þarna var Sara Katrín enn einu sinni búin að lesa leik Víkingsstelpnanna grípur ferðinni í sendingu. Það var ekki nógu vel gert hjá Auður Brynju en hún ætlaði bara í gegn núna og komin í gegn. Það er stöðuð. Já. Sigurður kleipur höfninu inn á hérna vörnina og Arnarþyri í gegn og aftur það var ítt á eftir henni og já, ég var nú að segja að Amelía Laufey HK-stelpa heppin að halda áfram inn á þarna. Þetta ítti þarna á bakið á Örnu Arnarþyri skorar enn einu vítinu sínu og staðan nú 24-25. Leikurinn algjörlega í járnum þegar að HK tekur leikhlé.
Það stefnir allt í spennandi lokamínútu hér í Víkinni. Einsmanns munur HK í vil. Víkingar náðu að minnka hér vunin í 1 mark úr Arnarfirði, skorað miklu öryggi úr víti. 7. vítið sem að Víkingar hafa fengið. Það hefur aðeins verið vandræði með sérstaklega aðlunu á línunni hjá Víkingar. Það var orðið að brjóta í dauðafæri og Víkingar uppskorið víti. Nú leikurinn komin aftur í gang. Hrafnhildur, nú hún komin hér hægra megin, hún Sara Katrín sem hefur verið mjög öflug í þessu leik og skorað mikið af mörkum. Því miður þá höfum við ekki tölun á mörkum hjá leikmönnum. Nú já, það aftur, nú var dæma dómararnir ruðning á Hrafnhildi. Nú, já, þarna var Arnarfirði komin inn í vörnina hjá HK og komst hvergi en fékk dæmt aukakast. Nú Alana yfir á Helgu. Helga sér að það er framlíkjandi í vörninu, var ekki að plata sig með sendingu og þá kom skoti frá Auður Brynju sem er búin að vera að bíða eftir og hún nær að jafna leikinn. Staðan er 25-25 og 4 mínútur eftir. Nú Sara Katrín reyndi að spenna sig í gegnum vörn Víkings þarna en Ólöf sá við henni. HK fær fríkast hér og það er komin stemning í salinn. Þarna reyndi Alvabrá að skota marki en það var brotið á henni. HK heldur hér boltanum. Hrafnhildur og þetta var vel varið hjá Emilíu á mjög krítísku augnabliki. Alfa Brá Órsdóttir reyndi skot, svo sem ágætt skot en Emilía varði og Víkingsstelpurnar hafa nú möguleika á því að komast aftur yfir í þessu leik. Staðan er 25-25, staðan er jöfn og rétt tæpar 3 mínútur eftir að leiknum. Helga Arnarfirði, Alana og Helga og Auður Brynja, 2-3 og Helgu og Helga reynir að komast þarna á milli glufi í vörninni hjá HK en þær HK-stúlkur ná að loka á hana og þetta var aldrei fótur. Þarna var dæmdur fótur á Víking. HK-stúlkurnar eru með boltan, láta ganga hér fyrir utan. Staðan er 25-25 og spennan orðin allnokkur. Það er 2,5 mínútur eftir leiknum og allt getur gerst. Þarna enn einu sinni er Emilía með mikilvæga vörslu. Mér sýndist það verið Leandra Náttúrsson sem að fekk færið þarna í hægra horninu en Emilía ver og þegar 2 mínútur eftir er staðan jöfn 25-25 og stemning komin í salinn. Það var frábært eftir allan þennan tíma þar sem engir áhorfendur voru að heyra og hafa með sér áhorfendur. Það er vel spila hjá Örnarfirði yfir á Auður Brynju sem að komst þarna inn hornið og hún var aðeins ítt á eftir henni en dómarinn Metta Svón hefði fengið frítt skotfæri og HK heldur boltanum. 1,5 mínútu eftir að leiknum og staðan 25-25. Ólöf gengur hér vel út á móti Söðru-Katrínu sem er búin að standa sig vel þessum leik. Það hjálpar ekki vegna þess að HK-stúlkur skora, komast einumarki yfir. Það var Alfa Brá Ótsdóttir sem komst í gegnum vörnina og kemur HK yfir 26-25. Arnarfirði komin yfir Helgu. Víkingar halda boltanum. Og nú bara höflar Auður Brynja.
En þarna var dæmdi dómarinn ruðning á Auðubirni. Já, það bara þannig. Þegar hálf mínúta, rétt hálf mínúta eftir þá Háka með boltan og yfir 26-25 og hafa leikinn þannig að sér í höndi sér. Það eru 26 sekúndur eftir á þessum leik. Háka með boltan og einu marki yfir. Í rauninu með Pálmann í höndunum. Víkingstelpur fengur dæmdan á sig mjög vafasama ruðning en það verður að hafa það. Þetta hluti af leiknum. Og þá Háka-stelpurnar byrja 20 sekúndur eftir og leikurinn kominn í gang og það er þetta ganga. Það reynar náttúrulega væntanlega að fá brot og það skot og það boltinn ekki inni. Það eru 10 sekúndur eftir þegar að Víkingur kominn á stað. Ótímabólskoti að Örnu, vissi ekki alveg hversu mikið var eftir og Háka-stelpur vinna leikinn með einu marki. Þetta var sálgrætilegt fyrir Víkingstelpur. Það voru í tvígang búin að rífa sig dálítið frá Háka-stelpum en mistu síðan það forskot niður aftur og núna á síðustu mínútunum þá náðu þær því miður ekki að skora það mark og þau mörk sem að dugði til. En við þökkum fyrir okkur hér í Víkinni þar sem að loksins eru komnir áhorfendur. Það hefði verið gott að fá allavega 1 stig út úr þessum leik og sanngjarnt en hlutirnir nú bara svona. Háka-stelpurnar sýndu mikinn karakter í því að vinna tvisvar upp forskot Víkinga og komast yfir og bera hér sigur úr bítum. Minna stuðningsmenn Víkings á það að það er ýmislegt í gangi. Við þurfum, þetta er nú kannski svolítið betl en það er nú bara þannig að við rekum ekki handboltadeild án þess að fá peninga. Við erum hér með blokkina sem er stuðningsmannakerfi handknattleiksdeildar Víkings þar sem að fólk getur greitt ákveðna fjárhæð, lága fjárhæð á hverju mánuði til þess að styðja við starfið. Nú við munum setja hér upp á vegginn á móti myndavélina þar sem við köllum Víkingsveggurinn, þar sem að einstaklingar og fyrirtæki geta skráð nöfn sín og með gegn hóflegum fjárhagslegum stuðningi við okkur. Minna bara fólk á það eða benda fólk á þessa möguleika. Hlutinni gerast ekki sjálfu sér. Við þurfum náttúrulega stuðning allar sem vilja styðja Víking. En við séum þessu lokið í dag. Já, næsti leikur hjá strákunum okkar er 4. mars, 5. mars hér í Víkinni klukkan 7:30. Eins og þið sjáum við að þá eru áhorfendapallarnir opnir og við hvetjum sem flesta til að koma og styðja við strákana okkar í toppbaráttunni í grilldeildinni með því að mæta hér á pallana og styðja þá og við munum að sjálfsögðu einnig sjónvarpa frá þeim leik. En við þökkum fyrir okkur hér